Nágrannabændur Grímsstaða á Fjöllum hafa mjög ólíka sýn á fjárfestingaráform Núpos. Einn á móti, hinn með. Nágrannabændur Grímsstaða á Fjöllum hafa mjög ólíka sýn á fjárfestingaráform Núpos. Einn telur þetta algjört rugl meðan annar sé stór tækifæri fyrir Norðausturland. Kristján Már Unnarsson var á Grímsstöð. Þetta umdeildasta jörð á Íslandi þessar mundir, en enn á mikið vatn eftir að renna til sjávar áður en við fáum því svarað hvort að kínverski auðmaðurinn fær að reisa hér lúxushótel. Bærinn Grímstunga hluti Grímsstaða og þar reka þau Elvar Daði Guðjónsson og Anna Björk Jónsdóttir gistiheimili og veitingasölu. Elvar sér enga glóru í áformum Núpos. Raunverulega held ég að þetta sé bara rugl algjört frá upphafi til enda. Ég get ekki ímyndað mér að sé hægt að reka hótel hér á ásgrundvelli fyrir það sem að þetta á að kosta. Það getur ekki gengið upp, held ég. Á Möðrudal á Fjöllum, þar sem einnig ekki ferðaþjónusta, telur Vilhjálmur Vernharðsson að koma á Núpos gæti skapað íbúum landshlutans stór tækifæri, sérstaklega í vetrarferðamennsku. Þá sé þetta bara mjög gott og þetta sé innspýting í ferðaþjónustunum á svæðinu. Og telur áhrifin verða jákvæð fyrir stórt landsvæði. Þetta hefur áhrif fyrir allt svæði, Mývatn, Húsavík, hérna austur og norður Akureyri og... Elvar Daði kveðst hafa skilninga hvort þeim eigendum Grímsstaða sem vilja selja. Það óeðlilegt að geta ekki selt það sem á. Það ekki gott, skilur. Hann óttast að annarleg sjónarmið sé á bakvið áform Kínverjans. Ægilega mikið grunur það. Mér finnst þetta líta allt þannig út og ég held bara að þetta getur ekki verið rétt. Þetta passar ekki. Ég ekkert hræddur við þetta og sérstaklega ekki núna eftir að náttúrulega það hefði verið allt öðru síðan hann hefði keypt jörðina. En eins og núna að sveitarfélaginu eru að kaupa jörðina og leigja honum þetta. Vilhjálmur sér ekki að neinum auðlendum stafi ógn af Núpó. Hann bara leigulið á þessari jörð. Svo hvað hann geta gert.